Efnahagssamdráttur verður í helmingi Evrópusambandslanda á árinu og efnahagshorfur eru verri en í fyrra, segir forstjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þá stefnir í sögulega efnahagslægð í Kína. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur farið í tæp 70 útköll af völdum vatnsleka frá byrjun desember. Vatnstjónið er mest sökum álags á lagnir í kuldatíðinni. Tveir hafa fallið í 8 skot- og sprengjuárásum í Stokkhólmi jól og áramót. Yfir 60 létust í skotárásum í Svíþjóð á nýliðnu ári. Skordælingar vilja að hætt verði að hleypa úr Skorradalsvatni inn á Andakílsvirkjun en vatnið er víða botnfrosið. Þeir óttast áhrifin á hrygningarsvæði bleikjunnar. Árið byrjar bratt á þessum mánudegi. Margir nota áramót til að losa sig við vondar venjur og bæta líf sitt með nýjum. Við fáum góð ráð til að ná settum markmiðum í fréttatímanum. Gott kvöld. Efnahagshorfur á þessu ári eru verri en á því sem var að líða að mati forstjóra Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Útlit er fyrir að hagvöxtur í Kína í fyrra verði undir meðaltali heims í fyrsta sinn í 40 ár. Stríðið í Úkraínu hefur reynt verulega á efnahagslíf heimsins. Hækkandi verð á matvælum og orku hefur dregið úr lífskjörum nú þegar efnahagurinn er að reyna að koma sér aftur af stað eftir heimsfaraldurinn. Nýliðið ár hefur því verið erfitt og almenningur hefur látið í sér heyra með mótmælum og verkföllum. Forstjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins býst ekki við að betra taki við á þessu ári. For most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Why? Because the three big economies, US, EU, China, are all slowing down simultaneously. Georgieva hefur mestar áhyggjur af stöðunni í Kína. Harðar sóttvarnaraðgerðir hafa dregið úr hagvexti og nú þegar þeim verður aflétt tekur ekki betra við því COVID-smittum fer fjölgandi. For the first time in 40 years, China's growth in 2022 is likely to be at or below global growth. They have not worked on antiviral treatments and how that can be offered to people, and they will go through this tough time. If they stay the course. Georgieva býst við að Bandaríkin geti forðast samdrátt í efnahagslífinu en er ekki eins viss með Evrópu. The EU very severely hit by the war in Ukraine. Half of the European Union will be in recession next year. Una Jónsdóttir, forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans, velkomin. Ef að þessi svartsýnisspá frá forstjóra AGS gengur eftir, hvaða áhrif myndi það hafa á efnahagslífi hér á landi? Sko það hefur alltaf einhver áhrif hingað heim þegar að illa árar í viðskiptalöndum okkar. En svona síðustu mánuðir sýna okkur kannski við þurfum ekki að hafa neitt svakalega miklar áhyggjur. Við erum ferðaþjónustu drifið hagkerfi og meðan að við sjáum það að fólk heldur áfram að ferðast þó að það sé erfitt ástand, þá þurfum við ekki að hafa neitt svakalega miklar áhyggjur. En hins vegar þá erum við eyja og við flytjum svo mikið inn af þeim vörum sem að við neytum dagsdaglega og verðhækkanir erlendis hafið þetta einhver áhrif hingað heim, þannig að verðbólga gæti orðið svolítið erfið viðreiknar og svona til einhver tíma. Heldur þetta myndi hafa minni eða meiri áhrif hér heldur en annars staðar? Ég held að þetta hafi í rauninni minni áhrif hér á landi. Við sjáum það að verðbólgan aðeins öðruvísi samansett hér á landi samanborið við önnur lönd. Við erum ekki að fást við sömu orkukrísu og mörg önnur lönd. Þannig að ég held að við getum alveg verið nokkuð bjartsýn á stöðuna svona miðað við mörg önnur lönd. Ef við tökum húsnæðisliðinn út úr verðbólgunni, þá er í rauninni verðbólgan hér á landi bara með lægsta móti miðað við önnur Evrópulönd. Þú nefndir bæði ferðaþjónustuna og innflutta verðbólgu. Hvaða atvinnugreinar yrðu verst úti hér? Ferðaþjónustan, hún er mjög háð stöðunni erlendis og bara kaupmætti fólks, hvernig sú stærð er að þróast. Maður getur alveg gert sér það í hugarlund að þegar að fólk hefur varla efni á að hita húsin sín, þá munir ferðalög lenda aðeins neðar á forgangslistanum. En eins og ég sagði, við höfum séð það á síðustu mánuðum, það er ennþá viss hópur sem er þyrstur í ferðalög núna eftir COVID-faraldurinn sem að kemur sér vel fyrir land eins og okkur. En svona rétt úr lokum, sjáum við eitthvað fyrir hvenær svona efnahagurinn tekur að rétt úr kútnum?
Já, ég held að staðan hér á landi allavega nokkuð góð. Þó við spáum aðeins minni hagvexti í ár en í fyrra, þá erum við einhver síður að spá hagvexti, meðan að mörg önnur lönd eru að horfa fram á samdrátt. En hvenær staðan batnar í mörgum okkar viðskiptalöndum afar óljóst. Við höfum eftir að sjá það hvaða áhrif þessar opnanir í Kína munu hafa. Svo líka margt óljóst framvindu stríðsins og hvaða áhrif það getur haft á verðbólgu og hrávöru þróun. Einmitt það. Takk fyrir þetta, Una. Og hingað heim, óvenju mikið langvarandi frost á höfuðborgarsvæðinu hefur reynt mjög á vatnslagnir og á sumar svo mikið að þær hafa farið í sundur með tilheyrandi tjóni. Í desember voru slökkviliðsmenn kallaðir út 55 sinnum til að sinna vatnslekum. Ein af óskemmtilegum afleiðingum kaldasta desember í að minnsta kosti áratugi mikið álag á hitaveitulagnir sem sumar hafa brostið. Slökkvibílar eru vel búnir dælum og ekki hefur veitt af. Frá miðnætti á Gamlaskvöld sem dæmi eru búin að fara í 9 skipti í vatnsleika hérna okkar þjónustusvæði sem höfuðborgarsvæði. Stærsta útkallið á nýársnótt var að Bíldshöfða 18 í Reykjavík þar sem vatnsinntak gaf sig. Ekki búið að meta tjónið. Ég ímynda mér að það hafi verið mjög verulegt. Þetta eru nokkuð mörg fyrirtæki í þessu húsi og mikið vatnsmagn sem flæddi þar áður en að náðast að stoppa lekan og síðan að þurrka allt upp og dæla út. Og við vorum þarna nýársnótt með 2 dælubíla áhafnir. Eittu þar nýársnóttinni, en við sjálfsögðu teljum það ekkert eftir okkur. Tjón eru ekki bundin við ákveðin hverfi, segir Vernharð. Langvarandi álag veldur því að til dæmis ofnar gefa sig af tæringu, rör tærast á löngum tíma og geta loks ekki meir og alls kyns tengingar gefa sig líka þegar hitakerfin eru mikið notuð. Sumt af þessu hægt að koma í veg fyrir. Mig grunar og hefur svona óljósan grunu það að fyrirbyggjandi viðhald sé ekkert mjög hátt á listanum hjá okkur. Af því að við tökum þetta bara þegar að því kemur sko. En sannarlega væri hægt að draga úr eitthvað af þessum tjónum að það væri reglubundið fyrirbyggjandi viðhald. Og það ýmislegt hægt að gera til þess að forðast leka. Ef það eru niðurföll hjá húsum, til dæmis í kjallarum eða svölum, þá á að moka frá og hér á að vera eitt niðurfall. Við skulum sjá hvort það sé hægt að moka frá. Ef við fengjum asfalthláku oní allt eins og það í dag, þá mun á einhverjum stöðum klárlega flæða inn í hús fólks vegna þess að það eru stíflu niðurföll. 8 sprengju- og skotárásir hafa verið gerðar í Stokkhólmi yfir hátíðarnar. 2 hafa fallið í þessum árásum. Lögreglan segir aukin ótta innan glæpagengja hafa leitt af sér meira ofbeldi. Egentligen har vi händelseutveckling som har pågått här i Region Stockholm från juldagen och fram till dagsdatum. 2 sprengingar voru í Stokkhólmi í nótt. Sú fyrri var 3-leytið að staðartíma við fjölbýlishús í Grímstad. Engan sakaði, en húsið skemmdist töluvert og íbúarnir urðu óttaslegnir. Alla är rätt, min barn rätt, min fru rätt. Vad händer här i Sverige? Vi alla är rätt. Ja, att vi flyttar på en gång. Härifrån, ja. Du känner att du vill flytta? Ja. Síðari sprengingin var í Bakarmossen en var ekki eins öflug. Alls hafa 5 verið handteknir vegna þessara árása. Sænska ríkissjónvarpið segir að eitt þeirra sé frægur rappari sem eigi sakaferil að baki. Alls hafa 8 skot- og sprengjuárásir verið gerðar í Stokkhólmi yfir jól og áramót. Í 2 þeirra hefur orðið mannfall. Í Rinkeby var 27 ára karlmaður skotin til bana á jóladag og í Vällingby féll maður á 30-aldri í skotárás á gamlársdag. Alls féllu 63 í skotárásum í Svíþjóð á nýliðnu ári. Men det är klart att vi ser väldigt stort intresse då av olika former av samband, länkningar. Vi lägger ju kartläggning såklart på olika individer som vi misstänker för de här brotten. Talið að í það minnsta hluti árásanna sé hefndaraðgerð fyrir morðið á rapparanum Einári í október 2021. Lögreglan hefur ekki staðfest það. De här personerna som utsätts för det här är väldigt rädda. De som är gärningspersoner är väldigt rädda. Och det blir en våldsspiral utav det här där man då vill agera så fort som möjligt för att kanske klara sig själv. Lögreglan hefur yfirheyrt fjölda fólks en óttast fleiri árásir. Skorradalsvatn víða botnfrosið vegna lágrar vatnsstöðu. Heimamenn hafa áhyggjur af lífríki vatnsins og vilja að hægt sé að hleypa úr vatninu inn á Andakílsáruvirkjun. Yfirborð Skorradalsvatns hefur áratuga skeið sveiflast upp og niður eftir því hve miklu vatni hleypt inn á Andakílsárvirkjun. Í desember hefur yfirborðið lækkað jafnt og þétt, svo mikið að heimamenn hafa áhyggjur. Hérna við bakkan sést hvernig við fjarað undan ísnum, svoleiðis að hann svignar og brekka myndast hérna við fjöruna. Í grynningum vatnið botnfrosið og fara þar langt frá landi til að finna vatn undir ísnum. Hér stendur hann á botninum.
Hvað er það djúpt? Já, 51 centimetrar niður í botn. Í hólinu er 10 centimetrar frá ísnum niður í botn. Skordælingar hafa áhyggjur af lífríki vatnsins við þessar aðstæður. Sér í lagi bleikjunar. Þó nokkur partur af henni hrygnir hérna á þessu svæði og svo hérna svolítið innar. Það vík sem hann hrygnir í. Og það ekki ósvipað hér, það aðgrönt og orðið botnfrosið sko, eitthvað út frá landi. Orka náttúrunnar starfrækir Andakílsárvirkjun sem framleiðir tæplega 8 megavött á ári. Á heimasíðu ON segir að vatnshæð eigi ekki að verða lægri en 61,6 metra yfir sjávarmáli. Á mælum Veðurstofu sést að yfirborðið komið 10 centimetrum niður fyrir lágmarkið. Heimamenn muna ekki lægri vatnsstöðu að vetrinum og telja hana langt frá því sem eðlilegt þykir. Allt og lágt, enda teljum við að hér í dalnum að staðan eigi að vera svona 6,70 til 1,80, þátt í 30 cm hærra. Við erum bara mjög hrædd að lífríki þar sé bara mjög illa farið að þessu frosti, enda 20 gráður frost núna hérna. Og þetta örugglega skaða vatnið mörg næstu ár og þetta bara að mannavöldum. Skordælingar hafa ekki fengið viðbrögð við fyrirspurnum til Orku náttúrunnar. Þeir benda á að Andakílsárvirkjun ekki með virkjunarleyfi sem myndi setja henni skýrari skorður. Á 3. tug eldri virkjana á landinu eru leyfislausar samkvæmt skýrslu Orkustofnunar frá 2017. Þar segir að það sem komi næst því að jafngilda leyfi fyrir Andakílsárvirkjun sé þingsályktunartillaga fjármögnun virkjunarinnar sem samþykkt var á Alþingi 1945. Fréttablaðið verður ekki lengur borið í hús. Það verður einungis sett á fjölfarna staði. Forstjóri útgáfufélagsins óttast ekki að þetta fækki auglýsingum í blaðinu eða dragi úr lestri. Frá og með morgundeginu verða þeir sem vilja lesa fréttablaðið í prentaðri útgáfu að sækja sér það í næsta stórmarkað, bensínstöð, verslunarmiðstöð eða eitthvað slíkt því það hægt að koma inn lúguna. Forstjóri Torgs og útgefandi segir nokkur ástæður fyrir þessari ákvörðun eins og umhverfisþátturinn, áhyggjur á sóun og fleira. En svo sem engin launung á því að þetta óheimil dýrt ferli sem að það má búast við að dreifing fréttablaðsins á nýbyrjuðu ári hefði numið 1 milljarði króna. En má ekki búast við að auglýsingum fækki þegar dreifingin minnkar svo? Já, við höldum að með þessari dreifingu sem okkur finnst vera nýtískulega og í takt við svona nútímann þá getum við náð til 85% landsmanna og það töluvert betri stærri snertiflutur heldur en við búum við núna. Þannig að það ekki ástæða til að halda það að lesturinn verði eitthvað minni heldur en að var í gömlu kerfi. Jón segir ýmsar samfélagsbreytingar af orðið. Fólk sé meira á ferðinni og þeir sem taka blaðið með sér ætli sér að lesa það en ekki sé víst að allir þeir sem fengu það heim í hús hafi gert það. Auk þess sé hægt að lesa blaðið í tölvu og síma. Ég held að reynsla muni sýna okkur það að menn munu lesa blaðið í alveg minnst kosti jafn miklu mæli. Reynslan af því þegar byrja að vera að dreifa blaðan á fjölfarna staði sína að fólk taki blaðið. Útgáfufélagið hefur verið óánægt með dreifingu blaðsins hjá póstdreifingu en Jón segir ekki að við tekist að breyta samningum dreifinguna þótt útgáfan eigi tæpan helmingi póstdreifingu. Upplagið var 80.000 eintök en hann vill ekki segja hvert upplagið verður framvegis. Jón sannfærður að prentuð blöð eigi sér langa framtíð og þessi ákvörðun sé ekki upphafsstefið að svanasöng þeirra. Það held ég ekki, ég held að sé alveg ótt að fullera það. Miklu frekar gagnstæða. Lise Nørgaard, rithöfundur og blaðamaður, lést í gærkvöld 105 ára að aldri. Hún þekktust fyrir að vera handritshöfundur sjónvarpsþáttanna Matador sem hafa verið sýndir víða við miklar vinsældir, meðal annars hér á landi. Hún var frumkvöðull í fréttum og greinum neytendamál og málefni kvenna. En sem rithöfundur hún þekktust fyrir ævisögu sína, Bara stelpa, sem var kvikmynduð árið 1995. Hún kom til Íslands 1997 og ræddi þá meðal annars hugmyndina á bakvið Matador. Den giver ungdommen et indblik i vores seneste fortid. Den, der ligger lige op til 2. verdenskrig. Og fordi, i hvert fald i Danmark, var de sært historieløse. Det var pludselig ikke moderne der i 68, efter 68 at undervise i historie. Og man vidste ikke noget om, hvordan ens forældre eller bedsteforældre havde haft det. Det tror jeg har noget med ungdom at gøre. Sorphirðumenn þurfa þessa dagana að kljást við þungar tunnur yfirfullar af jólasorpi og margar eru á kafi í snjó. Þeir sem ekki moka frá tunnum sínum mega búast við að þær verði ekki tæmdar enda ógjörningur að draga þær úr skóflum. Við hittum á sorphirðuflokk Íslenska gámafélagsins á Austurlandi.
þar sem hann var að tæma tunnur á Egilsstöðum. Þar allt á kafi í snjó eins og víða land. Sorphirðudagar hafa frestast vegna veðurs og ruslabíllinn 4 dögum á eftir áætlun. Víða veldur fannfergið erfiðleikum og sumar tunnur eru á kafi. Sums staðar náttúrulega bara lent í því að það bara allt krökkt í snjó og við komumst ekki að. Þannig að þá náttúrulega ekki hægt að losa tunnuna. Þannig að þá safnast það bara upp og það leiðilegt fyrir okkur, það líka leiðilegt fyrir íbúa. Þá það bara allt orðið rosalega þungt og erfitt. Það tekur lengri tíma heldur en eðlilegt Þessi örugglega 60 til 80 kíló. Já, það getur verið strempið að rífa svona tunnur upp þegar aðgengi slæmt. Stundum ráðast kappsamir sorphirðumennirnir til atlögu við tunnur sem ætti með réttu að láta óhreyfðar. Og þegar tunnan loksins losnar, kemur í ljós að hún hefur líka verið bundin föst. Það ekki verið auðvelt þetta. Gráatunnan tekin, en svo brúnan látin eiga sig, enda steypt inn í harðfenni. Nei, það ekki vinnandi vegur. Það engin leið inn og það verður bara að bíða betri tíma. Sums staðar þetta náttúrulega alveg bara til fyrirmyndar og þá gengur þetta líka vel og við viljum náttúrulega bara reynum að vinna þetta saman og mókum frá og höldum þessu snyrtilegu. Þá gengur þetta miklu hraðar og miklu betur og allir verða sáttir. Já, sorphirðumenn þykja alveg að fólk móki frá, enda sjá þeir fram á mikið púlu næstu daga, þurfa að vinna upp tafir við erfiðar aðstæður. Menn eru þreyttir, en svo mæta menn bara aftur og byrja upp á nýtt. Sigríður Soffía Níelsdóttir, danshöfundur, fékk Íslensku bjartsýnisverðlaunin 2022 sem Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands afhenti á Bessastöðum í dag, en álverið í Straumsvík bakhjarl verðlaunanna eða Rio Tinto. Sigríður einna þekktust fyrir flugeldasýningar sínar á menningarnótt í Reykjavík en hefur starfað við ýmsar listgreinar, til dæmis óperusöng, dansað á tískuvikunni í París, leikstýrt dans stuttmyndum og sami dansa fyrir alþjóðlegar auglýsingar. Í umsögn dómnefndar segir að Sigríður sé sannur fulltrúi listamanna sem vinna þvert á lönd og listgreinar. Raunhæf markmið og lítil skref eru lykilatriði ef fólk vill breyta lífsvenjum sínum og strengja áramótaheitt. Þetta segja markþjálfar. Hver kannast ekki við að vera þreyttur, þrútinn og þaninn eftir ólifnað hátíðana? Ofboðið sjálfum sér í mat og drykk og ruglað svefntímann. Það mánudagurinn 2. janúar. Næsti virki frídagur 7. apríl. Það slitta á skammdegi og þú þarft að grafa bílinn út úr stæði og mæta í vinnuna, borga allt of háa reikninga og standa við nýjársheitin ef þú strengdir þau. Þú ætlar að verða betri manneskja. En hvað til ráða? Ég myndi segja að byrja ekki of skart, taka þetta í hænuskrefum. Það þarf að gera hlutina smá saman. Ef þú gerir of mikla breytingar í einu þá yfirleitt bara endar á sama stað og varst. Bara gerði það sem að þér finnst skemmtilegt og þá líklega þú standi við það. Setja þér raunhæf markmið. Flestir gefa sér meiri tíma til að skipuleggja matarboð en eigið líf. En nú lag. Gefðu þér tíma, hvort sem það einu sinni mánuð eða einu sinni viku, þess að setjast niður með þér og ræktaðu þig. Það lélega týpur sem strengja ekki áramótaheitt? Alls ekki. Alls ekki. Að setja sér áramótaheitt, það gott og gilt. En svona mistök algeng mistök sem við gerum að við höfum þau of stór, við höfum þau of breið. Þannig að það svona minnka líkurnar á því að þú náir þeim. Það virkar mjög vel fyrir mig að setja mér svona eitthvað persónlegt fyrir mig, eitthvað sem snýr að heilsunni minni, eitthvað sem snýr að vinnunni minni, eitthvað sem snýr svona svolítið almennt. Getur þetta ekki verið kvíðavaldandi? Ef þau eru of stór og of víð, ekki vera að gera eitthvað sem þú telur að sé ekki góður ávani og ert allan tíman bara já, að gera þetta, já, að gera hitt, þá ert ekki að njóta þess. Þannig bara gerðu eitthvað sem þú heldur að sé ekki mjög gott, en njóttu þess samt á meðan þú ert að gera það. Alveg hreinskilin að það var bara heilmikið átak að koma sér af stað. Ég mætti nú reyndar á milli hátíðanna og fannst það alveg frábært, en þetta samt meira átak en venjulega. Það svo notalegt að vera heima í kósí með konfekt og bók. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now.
much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Stór hópur fólks borgar mánaðarlega áskrift að líkamsrækt en mætir ekki, jafnvel mánuðum saman. Því miður alltaf margir svona styrktaraðilar. Ég held að sé einfaldlega bara að byrja því að mæta einu sinni. Bara erfiðast að mæta. Leið þú búin að stíga þetta skrefa, koma þér út, þá einhvern veginn fer boltinn að rúlla. Þannig að bara stíga upp á sófanum og ekki ætla sér of í því líka. Fólk ætla sér alltaf rosa mikið bæði í september og janúar. Þá einhvern veginn fara alltaf allir nú ætla ég að taka mig á. Og svo bara eftir viku þá dalar það aftur. Já, þá er bara að fara að mæta. Kastljós kvöldsins verður helgað manneskju ársins, ekki satt, Baldvin Þór. Jú, mikið rétt. Haraldur Þorleifsson var kosinn manneskja ársins af hlustendum Rásar 2 með miklum yfirburðum og samkvæmt hefð ætlum við að ræða ítarlega við hann í sjónvarpinu í upphafi nýs árs. Við spjöllum rampaátakið en líka ríkt og valdamikið fólk, góðgerðamál, samfélagsmiðla og svo eitthvað framtíðina. Hvað er það sem drífur hann áfram og hvað ætlar Haraldur að gera næst? Allt það í Kastljósi að loknum fréttum. Og þá lítum við til veðurs, allhvöss sunnanátt með rigningu eða slyddu á Suðausturlandi og Austfjörðum í nótt og fram á morgun. En hægari og éljagangur landið vestanvert. Frost að 8 stigum en hiti alltaf 5 stigum austanlands í kvöld og fram á nóttina. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Við kíkjum á íslenska karlalandsliðið í handbolta sem hefur nú hafið formlegan undirbúning fyrir HM sem hefst í næstu viku. Og svo byrjar bara hátíðin það er bara fílingur, gaman. Liverpool gat með sigri á Brentford í ensku úrvalsdeildinni nú síðdegis komið sér upp í Evrópusæti. Og svo er það pílukastarinn með heyrnartólin, efsti maður heimslistans, sem hótaði að mæta aldrei aftur á HM eftir viðureign gærkvöldsins. Og þá er ekkert eftir annað en að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Efnahagssamdráttur verður í helmingi Evrópusambandslanda á árinu og allt stefnir í sögulega efnahagslægð í Kína, segir forstjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans segir að ekki sé mikil ástæða til að hafa áhyggjur af stöðunni hér á landi. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur farið í tæp 70 útköll af völdum vatnsleka frá byrjun desember. Vatnstjónið mest sökum álags á lagnir í kuldatíðinni. 2 hafa fallið í 8 skot- og sprengjuárásum í Stokkhólmi jól og áramót. Yfir 60 létust í skotárásum í Svíþjóð á nýliðnu ári. Skordælingar vilja að hætt verði að hleypa úr Skorradalsvatni inn á Andakílsárvirkjun en vatnið er víða botnfrosið. Þeir óttast áhrifin á hrygningarsvæði Bleikjunnar. Árið byrjar bratt á þessu mánudegi. Margir nota áramót til að losa sig við vondar venjur og bæta líf sitt með nýjum. Þá er þessum fréttatíma að ljúka. Það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en þess á milli eru nýjar fréttir á RÚV.is og samfélagsmiðlum RÚV. En við segjum þetta gott að sinni. Verið þið sæl.